En forystumenn í báðum stjórnarflokkunum höfðu lýst því yfir að þjóðin ætti að fá að hafa eitthvað um þetta mál að segja. Já, það sem við gerðum hins vegar þegar við þessi tveir flokkar sömdu samstarf, þá var niðurstaðan af þeim samningum svo að leggja þessa skýrslu fram sem við gerðum og síðan vorum við sammála um það að ef að einhverjum dytti það í hug að fara af stað að nýju þá yrði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla. Þessi ríkisstjórn ekkert að fara að hefja viðræður á nýju Evrópusambandið og mun ekkert gera það og þess vegna ekki þjóðaratkvæðagreiðsla í myndinni. Þetta var bara einfaldlega samið. En báðir flokkar með það skýrt frá sínum æðstu stofnunum, landsfundi og flokksþingi, að Ísland eigi að vera utan Evrópusambandsins og við erum að fylgja því eftir. Þannig að forysta Sjálfstæðisflokksins í þessum viðræðum myndun nýrra ríkisstjórnar eftir kosningar lagði ekki áherslu á það sem hún hafði sagt rétt fyrir kosningar að þessu er vísað til þjóðarinnar. Já, niðurstaðan af þessu viðræðum var þessi. Niðurstaðan var svo og það breytir í sjálfu sér ekki hvað menn sögðu fyrir kosningar eða við borðið þegar var að semja eitthvað slíkt. Það getur vel verið ef að einhverjir aðrir flokkar hefði verið að semja stjórnarsamstarf, hefði eitthvað annað komið út úr því. Og það kann vel að vera að ef að við framsóknarmenn hefði verið að semja eitthvað aðrir, hefði eitthvað annað komið út úr því. En þetta var niðurstaða þess að tveggja flokka vegna þess að þeir eru sammála þetta mál. Og ég bara mjög sáttur við að þetta hafi endað með þessum hætti. Og nú eru bara fylgir eftir.